Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Halldór Heiðursson Janusson, sem situr sem fyrsta stund bæjarstjórnarfund og við bjóðum hann velkomin. Jafnframt sitja fundin Kristján Pétur Kristjánsson, Róbert Jóhann Guðmundsson og Vilhjálmur Arnórsson bæjarstjóri og sú í forsæti sem hér stendur Margrét Þórarinsdóttir. Auk sitja fundin Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Dagskrá fundarins eftirfarandi. Breyting á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarskup bæjarstjórnar síðari umræða. Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir til 4 ára samanber 57. grein bæjarsamþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarskup bæjarstjórnar. Fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. júní 2026. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 5. júní 2026. Málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar 2026 til 2030 og síðast að lokum sumarleyfi bæjarstjórnar. Þá tökum við fyrir fyrsta mál og dagskrá sem breyting á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarskup bæjarstjórnar síðari umræða. Sú breyting sem lögð til á bæjarmálasamþykkt kom frá sviðsstjóra velferðarsviðs á milli umræðna bæjarstjórnar fyrirliggjandi breytingatillögur. Í tillögunni lagt til að skert sé á valdaheimildum velferðarráðs til fullnaðar afgreiðslu einstaka mála eða málaflokka sem undir ráði falla nema vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. Þá ákveðið að skipan velferðarráðs á fulltrúum í áfrýjunarnefnd velferðarráðs og henni jafnframt falin valheimild til fullnaðar afgreiðslu nánar tilgreindra umsókna sem vikið að í breytingatillögunni. Þá mælir breytingatillagan á ákveðnar áfrýjunarnefndar velferðarráðs séu endanlegar en hægt að kæra þær til úrskurðarnefndar velferðarmála og mun málsaðilum verða leiðbeint málskot og kæruleiðir þeirra ákvörðunar í máli fylgt þeim. Þá lögslögð til viðbót við viðauka bæjarmálasamþykktar, þar sem nánar mælt fyrir fullnaðar afgreiðslu mála og heimild til endurupptöku beiðna endurupptöku mála. Eins og fram kom áðan kom þessi breytingatillaga frá sviðsstjóra velferðarsviðs eftir fyrri umræðu bæjarstjórnar og fjallaði forsetanefnd tillöguna á fundi sínum á föstudag. Breytingatillagan fylgdi með fundabúi þessa fundar. Áður hefur verið fjallað aðra breytingatillögu sem snúa að því í fyrsta lagi að nefndum og ráðum sveitarfélagsins. Í öðru lagi að því hvernig staðið að kosningu formanns og varaformanns bæjarráðs og í þriðja lagi hver staðgengill bæjarstjóra í fjarveru hans. Engar breytingar voru gerðar á þessum tillögum meðferð málsins hjá forsetanefnd og lagt til að þessar breytingatillögur verði samþykktar eins og þær voru settar fram við fyrri umræðu og að þeim atriðum sem ég fjallaði hér áðan og snúa heimild velferðarráðs til fullnaðar afgreiðslu mála verði jafnframt bætt við bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar. Orðið laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Forseti. Hér í fyrsta máli Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur að setja fram breytingar á bæjarmálasamþykkt. Flestar breytingarnar eðlilegar og snúa uppfærslu skjalsins og leiðréttingu í 8 sveitarstjórnarlögum og auknum kafla velferðarráð og starfsemi velferðarsviðs. Aðra breytingar snúa því að gera embættismann sveitarfélagsins að vara bæjarstjóra í stað formann bæjarráðs eins og venjan hefur hér verið. Hér ætla ég ekki, forseti, að setja mig í hugleiðingar það af hverju Sjálfstæðisflokkurinn að útiloka Miðflokkinn í að leysa af stöðu bæjarstjóra. Þetta ykkar ákvörðun, þó að mér finnist hún, leyfi ég mér að segja sérstök í ljósi samstarfsflokkana. Þó þarf hér að vitna í söguna og þar sem þið í nýja meirihlutanum flest ný hér, ætla ég að reifa hér aðeins stuttlega sögu síðasta kjörtímabils. Fyrir meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar þótti það ekki nógu gagnsætt ferli að þegar bæjarstjóri fór frá í frí eða til veikinda í lengri tíma að það væru 3 starfsmenn á staðnum sem sáum að leysa hann af. Af þeim sökum ásamt öðrum var ákveðið að breyta bæjarmálasamþykkt á síðasta kjörtímabili á þá leið að formaður bæjarráðs myndi leysa af bæjarstjóra.
Staða formanns ekki full staða, né var hún þar þá, einungis 50% starf en þó viðamikið og formaður allan jafnan inn í öllum málefnum sveitarfélagsins þó að hann sé ekki starfsmaður þess. Að þeim sökum og í ljósi ábyrgðarstöðuna þarf að segja að taka einnig á sig að vera varamaður bæjarstjórans var tekin ákvörðun að hækka laun formanns bæjarráðs úr 25% af þingfararkaupi í 32%. Forseti bæjarstjórnar var þó áfram með 25%. Þannig í ljósi þess, forseti, viljum við bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar leggja fram eftirfarandi bókun. Með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Framsóknar leggja fram tillögu til hagræðingar á föst laun formanns bæjarráðs Reykjanesbæjar í ljósi þess að viðkomandi ber þá ábyrgð ekki lengur samkvæmt bæjarmálasamþykkt að þurfa að leysa af sem staðgengill bæjarstjóra. Í fjarveru hans heldur hefur sú ábyrgð verið færð til bæjarlögmanns. Í ljósi þess að föst laun formanns bæjarráðs voru sérstaklega hækkuð á síðasta kjörtímabili þegar honum var falin þessi umrædda ábyrgð, að okkar mati ekki óeðlilegt að lækka laun formanns bæjarráðs aftur, enda svo ábyrgð sem honum var falin samkvæmt bæjarmálasamþykkt ekki lengur til staðar. Hækkunin var samþykkt af öllum fulltrúum í bæjarráði og talin eðlileg á þeim tíma þar sem formaður bæjarráðs varð að vera tilbúin að leysa bæjarstjóra af þegar þörf var á og ákveðið var að greiða ekki fyrir það sérstaklega heldur að mæta þeirri ábyrgð með sanngjarni hækkun fastra launa. Leggjum við því fram tillöguna til hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins að laun formanns bæjarráðs Reykjanesbæjar verði lækkuð úr 32% af þingfararkaupi í 25% eins og áður var. Og undir þessa bókun rita bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Framsóknar. Bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, við ræðum hér breytingar á samþykktum bæjarins sem eru eins og hér hefur farið í nokkrum liðum. Ég vildi þá sérstaklega koma og bregðast við þeirri tillögu sem hér var verið að bera upp og bókun. Og hluti af breytingum bæjarmálasamþykktarinnar einmitt að fækka nefndunum og gera þær skilvirkari og þannig hagræða töluvert í rekstri vegna nefndana, en það var ekki eina markmiðið, heldur var það að auka skilvirkni og samleið og annað slíkt í hvernig nefndirnar starfa og þar með mun hlutverk formanns bæjarráðs breytast töluvert í það að vera enn þá meira í að auka samvinnuna þarna á milli og vera í pólitískri forystu fyrir þetta skilvirka og öfluga nefndastarf sem við ætlum að nýta til þess að vera meira stefnumarkandi og uppbyggjandi heldur en hefur verið í undanfarið. Og hvernig tengist það þá svo staðgengilsmálum? Það nefnilega þannig að hér erum við að tala um pólitíska stefnumörkun og pólitískar ákvarðanir og pólitíska forystu sem að formaður bæjarráðs mun leiða á meðan að margt af því sem að kemur í hlutverk staðgengils bæjarstjóra stjórnsýslulega tengt. Þannig við erum að reyna að hafa skýrari skil þar eins og eru í nánast öllum sveitarfélögum landsins og þannig hefur það verið hér þangað til mitt síðasta kjörtímabil þegar að þessu var breytt hér. Þannig að sagan og hefðin hér mjög stutt fyrir því að formaður bæjarráðs hafi leyst af. Þannig til þess að hafa skilin skýrara hvenær við erum með pólitíska forystu og pólitískan staðgengil annars vegar og hins vegar hvenær við erum í stjórnsýslum atriðum hér í daglegum störfum að hvernig við blöndum því og stýrum því. Það nú skilvirknin og vöndu stjórnsýsla sem að þetta á bakvið og hvernig við erum að auka skilvirkni, kraft og áherslur nefndana í pólitískri stefnumörkun sem að þessar ráðstafanir allar eru gerðar og við munum í því ljósi fjalla síðar ekki undir bæjarmálasamþykktum heldur í reglum greiðslur nefndur og annað slíkt hvernig við sjáum fyrir okkur þær greiðslur og hlutverk eftir nefndum og embættum.
Þannig að ég tel að það sé ekki rétt að samþykkja þessa tillögu eða bókun hér undir þessu og við tökum umræðan þar þegar þar að kemur. Þegar erindisbréf og hlutverk og annað slíkt eru fann að liggja betur fyrir hverja nefnd fyrir sig. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Þeir sem geta, þá ætla ég að bera upp hér tillögu frá minnihlutanum, þeir sem geta samþykkt hana. Þeir sem eru á móti. Hún er felld 6-4. Viltu fá orðið? Já, gjör svo vel. Virðulegi forseti, já. Ég held að það er bara gott og nauðsynlegt að taka þessa umræðu og þá sérstaklega þar sem verið er að gera breytingar á ábyrgð og starfi formanns bæjarráðs. Og ég held að það væri sennilega rétt þar sem þessi tillaga kom hér fram, henni er reyndar hafnað, en að það væri kannski eðlilegra að við myndum bara vísa henni til þeirrar umræðu sem að bæjarstjóri nefnir hér að muni fara fram í bæjarráði kaup og kjör í nefndum, ráðum og stjórnum. Þannig að það sé alveg fullvíst að við séum að staðfesta það hér að þessi umræða verði tekin á þeim vettvangi. Bara til að hafa allt rétt. Orðið er laust. Það er ekki kveðið sér til hljós og ég skilji því rétt bæjarfulltrúi Halldóra Fríða. Þú ert að leggja þá fram nýja tillögu að þessi tillaga verði send inn í bæjarráð. Nei, bara, svo ég bara sé að þetta sé rétt skilið. Já, að það fari. Já. Já, þannig að þessi tillaga sem var felld núna, að við vísum henni inn í bæjarráð. Þannig að það er búið að fella hana, þá er bara að taka það upp Já. aftur þá þegar erindi kemur. Já, þú ert að leggja það til. Já, ok. Þá er það ljóst. Þá vil ég bara óska eftir atkvæðagreiðslu hvað varðar breytingu á samþykktu stjórn Reykjanesbæjar og fundarsku bæjarstjórnar. Þeir sem geta samþykkt. Vantar hönd. Hún er samþykkt 11-0. Takk fyrir. Þá erum við komin í lið númer 2 kosningar í nefndir og ráð og stjórnir til 4 ára samanber 57. grein samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarsku bæjarstjórnar. Fyrst er það íþrótta- og tómstunda- og menningaráð. Þar sitja 5 aðalmenn og jafnmargir til vara. Breytingi felur í sér að ráði nefnist í dag íþrótta-, tómstunda- og menningaráð og sömu aðilar sitja í nefndinni sem voru skipaði í ráðið á bæjarstjórnarfundi þann 2. júní. Síðan er leikskólaráð, það er nýtt ráð, 5 aðalmenn og jafnmargir til vara. Tilnefndir eru aðalmenn frá meirihluta Ásdís Ólafsdóttir, Harpa Sævarsdóttir, Logi Þór Ágústsson og svo vantar með tillögur frá minnihluta. Samfylkingin tilnefnir Hildi Björnsdóttur sem aðalmann. Hildu Björnsdóttur og Framsókn og Sighvatur Jónsson. Þau eru þó sjálfkjörin. Tilnefndir eru varamenn á vegum meirihluta Elísa Jóhansen, Helga Guðrún Sigurðardóttir, Sverrir Örn Leifsson og síðan vantar með tillögur frá minnihluta hvað var það varamenn. Samfylkingin tilnefnir Tinnu Kristjánsdóttur sem aðalmann. Tinna Kristjánsdóttir Þórarinn Darri Ólafsson. og Þórarinn Darri Ólafsson. Þau voru þá sjálf kjörin og tilnefningi komið með Ásdís Ólafsdóttir sem formann leikskólaráðs og er hún rétt kjörin. Þá eru við komin að skipulagsráði. Það eru 5 aðalmenn og jafnmargir til vara. Hér er nafnabreytinga að ræða en umhverfis- og skipulagsráð verður skipulagsráð og sömu aðilar sitja í nefndinni sem voru skipaðir í umhverfis- og skipulagsráð á bæjarstjórnarfundi þann 2. júní síðastliðinn. Og tilnefningin kom Gunnar Felix Rúnar sem formann umhverfis- og skipulagsráð. Þá erum við komin í umhverfis- og framkvæmdaráð. 5 aðalmenn og jafnmargir til vara.
Tilnefndir eru aðalmenn frá meirihluta Guðbergur Reynisson, Brynjólfur Sveinn Ívarsson, Einar Þór Guðmundsson. Tillögur frá minnihluta. Eysteinn Eyjólfsson og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og þau eru þá sjálfkjörin. Tilnefnd eru sem varamenn. Tillaga frá meirihluta er Karvel Grants, Helga Guðrún Sigurðardóttir, Harpa Sævarsdóttir og þá vantar mér tillögu frá minnihluta. Elva Hrund Guttormsdóttir og Eva Stefánsdóttir. Þau eru þá sjálfkjörin og tilnefningin komin formanna Guðbergur Reynisson sem formann og hann er því réttkjörin. Þá vindum við okkur í næsta mál og það eru fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. júní 2026. Orðið er laust. Fundargerðir bæjarráðs. Guðni Birna, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér fram undir fundargerð fundar bæjarráðs nr. 1566 frá 4. júní síðastliðnu, máli 2, ráðning bæjarstjóra. Vil byrja að vekja athygli á því að í fundargerðinni kemur fram hlutfallið 3-0 sem ætti að vera 3-2 varðandi samþykkt málsins. En að ráðningarsamningi bæjarstjóra vil ég koma hér inn á ákveðna hluti til að upplýsa bæjarfulltrúa og íbúa staðreyndir samningsins. Það segir í samningnum með leyfi forseta að bæjarstjóri fái laun upp á 2.630.942 krónur og að sé að ræða heildargreiðslu sem meðal annars felur í sér fundarsetu sem starfinu fylgi. Þetta var í bæjarráði en í viðtali kom fram eftirfarandi með leyfi forseta. Framkom í viðtali við Vilhjálm í Bítinu á Bylgjunni í morgun að hann muni taka við sömu launakjörum og forvera hans í starfi en dragi frá þeim launum laun bæjarfulltrúa því hann er kjörinn ólíkt fyrir bæjarstjóra. Bæjarstjóralaun hans sé 2,6 milljónir og svo fá hann greiddar 240.000 krónur sem kjörinn fulltrúi. Samanlagt sé það því 2,84 milljónir króna tilvitnun lýkur. Þegar við skoðum laun bæjarráðs þá hefur Vilhjálmur afþakkað þau laun en með því hefur hann ekki atkvæðarétt í bæjarráði en nær að koma inn öðrum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarráð á móti. Það er athyglisvert því Vilhjálmur gerir þetta ekki hér í bæjarstjórn. Þar þiggur hann föst mánaðarlaun sem kjörinn fulltrúi og fær fyrir það 241.364 krónur og fær auk þess greitt fyrir 2 mánaðarlega fundi sem hann situr alls 137.992 krónur. Þarna eru heildarlaun bæjarstjóra orðin 3.010.298 krónur og orðin hærri en ráðherralaun og laun borgarstjóra Reykjavíkur. Þarna á þó eftir að greiða honum nefndarlaun fyrir 3 nefndir sem hann mun taka sæti í, þannig að raunverulega heildarlaun nýs bæjarstjóra því raunverulega á bilinum 3,2 milljónir ásamt fríðindum. Í ljósi þessa vilju bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Það vekur furðu hversu hratt sjónarmið geta breyst við það eitt að færast úr minnihluta í meirihluta. Þeir flokkar og bæjarfulltrúar sem gagnrýndu áður há laun og sérkjör bæjarstjóra og töldu þau úr takti við kjör almenns starfsfólks leggja nú sjálf fram ráðningarsamning sem felur í sér sambærileg eða jafnvel enn betri kjör. Aðeins 11 mánuðum eftir að laun bæjarstjóra voru lækkuð 10% með vísan í fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og samfélagslegra ábyrgðar er hér nýr bæjarstjóri án reynslu af sambærilegu starfi, ráðinn á sambærilegum kjörum og forvera hans auk greiðslna fyrir bæjarfulltrúastörf og setu í stjórnum sem hann er pólitískt skipaður í. Er að ræða setu bæjarstjóra í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum utan Grindavíkur. Í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, formanns í almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur og sem fulltrúi á landsfund Sambands íslenskra sveitarfélaga. Því má gera ráð fyrir að heildarlaun verði vel yfir 3 milljónir króna á mánuði og þar með hærri en laun æðstu ráðherra, forsætisráðherra og borgarstjóra fyrir nýjan bæjarstjóra án reynslu af sambærilegu starfi og án reynslu af reksturs á stórum 1200 manna vinnustað. Það er eðlilegt
að bæjarfulltrúar endurmeti afstöðu sína eftir því hvar þeir lenda eftir kosningar, en slíkar stefnubreytingar þurfa þó að vera rökstuddar. Að gagnrýna harðlega launahækkanir og sérkjör í minnihluta en leggja þau sjálf fram í meirihluta dregur úr trúverðugleika málflutningsins. Við bæjarfulltrúar, Samfylkingar og Framsóknar teljum ekki ábyrgt að samþykkja ráðningarsamninginn. Á tímum þar sem tekjustaða sveitarfélagsins hefur ekki breyst og áfram með þörf á aðhaldi í rekstri teljum við mikilvægt að sýna ráðdeild og höfum viljað sjá nýjan meirihluta standa strax við kosningalofar þeirra að hagræða í rekstri og auka gegnsæi í stjórnsýslu. Hér það ekki gert á okkar mati og nýr bæjarstjóri endar tekjuhærri en fyrrum bæjarstjóri vegna launa hans í bæjarstjórn og í stjórnum. Það ekki nóg að sinna þessu umfangsmikla starfi, heldur þarf nýr bæjarstjóri einnig að sinna stjórnum samhliða starfi sínu. Við getum því ómögulega samþykkt ofurlaunasamning hjá nýjum bæjarstjóra. Orðið er laust. Kristján Pétur, gjörðu svo vel. Frú forseti, takk fyrir þetta. Ég ætla nú bara að byrja því að ég kom ekki upp á fyrsta fundi, óska fulltrúum til hamingju með kjörið og hlakka til að vinna með ykkur og vonast eftir góðu samstarfi. Hérna kemur fram bókun frá minnihlutanum þar sem laun bæjarstjóra eru rædd og ég veit ekki hvort við höfum verið að lesa sama ráðningarsamninginn, en í ráðningarsamningu kemur skýrt fram að bæjarstjóri fær ekki greitt sérstaklega fyrir fundi, hann fær föstu greiðsluna. Eins og hann hefur sjálfur skýrt frá í fjölmiðlum og viðtölum að þá voru laun fráfarandi bæjarstjóra tekin og frá þeim var dregin fasta mánaðargreiðslan fyrir setu í bæjarstjórn. Það stendur í samningnum að hann fái ekki greitt fyrir fundi sérstaklega. Að þessu sögðu að þá kostnaður Reykjanesbæjar að lækka því að laun bæjarstjóra voru lækkuð sem að þessu nemur föstu greiðslan hans fyrir setu í bæjarstjórn. Fyrri bæjarstjóri, hann var með laun og þar sátu allir fulltrúar og fengu fullgreitt. Þannig að við erum að lækka kostnaða. Hann ekki rétt að segja það að hér sé verið að hækka laun bæjarstjóra, hækka kostnað sveitarfélagsins. Því að laun bæjarstjóra lækkuð minnir að séu tæplega 250.000 krónur. Það ekki verið að hækka neitt. Á síðasta kjörtímabili þá var það þannig að það var verið að borga 11 bæjarfulltrúum hérna laun sem sitt í bæjarstjórn. Það ennþá verið að gera það í dag, nema munurinn sá að við erum að lækka laun bæjarstjóra sem þessu nemur. Að þessu sögðu líka að þá verður ráðningarsamningur bæjarstjóra, hann verður birtur á netinu, sem hefur ekki verið gert áður í sögu Reykjanesbæjar. Alla launagreiðslur nefnda, bæjarstjóra og annað verður opinbert og verður á vef Reykjanesbæjar. Þannig að hér verður allt opið og við erum ekki að tala um neitt annað og það allt hérna fyrir opnið tjöldum. Talandi þetta líka með því að fækka í nefndir sveitarfélagsins, þá erum við líka, þegar bæjarfulltrúi hérna Guðný Birna, hún segir það að hún vilja sjá þessar sparnaraðgerðir sem við erum búin að boða. Ég ætla bara að segja núna að við erum búnir að sýna fram á það, bæði með samningi við bæjarstjóra og hins vegar með að fækka nefndum. Þá erum við strax búin að spara. Þetta ekkert feimnismál að ræða. Bæjarstjóri, nýráðinn bæjarstjóri, gengur inn að öllum kjörum sem að fráfarandi bæjarstjóri hafi nema að teknu tilliti til athugasemda sem minnihlutin kom með á fundi bæjarráðs. Og þeim var bara vel tekið. Orðið er laust. Ykkur sem vil kveða sér hljóðs. Fóra var á undan, ég sá það ekki alveg. Ok. Gunnlaugur Kárason, gjörðu svo vel. Forseti, já, mér langar aðeins að koma upp varðandi þennan lið og ítreka rangfærslur varðandi ráðningarsamning bæjarstjóra. Þar kemur mjög skýrt fram og bæjarbúar fá nú að sjá það þegar við birtum ráðningarsamninginn að það séu engir fundir og þar með talið fundir bæjarstjórnar. Það var eingöngu fast greiðsla á varðandi bæjarfulltrúa sem ekki var hægt að afturkalla og allt annað innifalið varðandi þessa fundi. Þannig að
við ítrekum og stöndum við þessa tölu sem við settum fram og munum birta. Við erum að hagræða og þetta byrjunin. Þannig að þetta sambærilegt við laun fyrir bæjarstjóra. Þannig að þetta ekki rétt að það sé verið að fara yfir 3 milljónir. Það bara einfalt að því að þessi 2 fundir sem að Guðni Birna talar eru hreinlega ekki inn í tölunni samkvæmt ráðningarsamningi og við erum búin að sjá bæði sama ráðningarsamning. Þannig að það ef það skilningurinn þannig, þá það bara ekki svoleiðis. Þannig að það alveg ljóst. Þannig að takk fyrir. Orðið laust. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar samt að byrja á, ég sagði hér úr sæti mínu að ég ætla ekki að tala þetta mál, mér langar samt að byrja á að segja að mér finnst mjög sorglegt að hafa ekki getað samþykkt ráðningarsamning nýs bæjarstjóra og vil ítreka það ekki vegna þess aðila sem í því starfi, heldur vegna þess sem að hefur komið að hluta til fram í þeirri bókun sem var rætt og var sannarlega rætt í bæjaráði. Hér talað að það séu rangfærslur sem langar að hafna því að það sannarlega þannig að fyrri bæjarstjóri sat ekki í þeim stjórnum sem hér var verið að lesa upp og þó að sveitafélagið sjálft greiði ekki þau laun beint, þá eru þau greidd í gegnum þá aðila eins og til dæmis það að vera stjórnarformaður hjá sambandi sveitafélaga á Suðurnesjum. Þannig að það eru sannarlega önnur laun sem að ég held að við höfum engar heimildir til þess að afturkalla eða neita bæjarstjórum að fá greitt fyrir. Það eitthvað sem við ræddum á þessum fyrrgreinda bæjarráðsfundi og verður líka bara að taka tillit til. Þannig að við væntum þess að það komi þá líka fram í þessum opnu gögnum. En allavega, þá bara vil ég segja það, mér þykir það mjög leitt að hafa ekki getað samþykkt samninginn og held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum samstíga. En það sem mér þykir þó verra ágæti forseti að benda á að hér gerist svo annað í kjölfarið og það að nýr bæjarstjóri í umboði nýs meirihluta tekur hér á fyrstu dögum í starfi sínu ákvörðun sem nokkuð óskiljanleg því hún samræmist ekki að okkar mati sveitarstjórnarlögum og nýr meirihluti nýtti ekki tækifæri þegar þeim var bent á það að þyrfti að bara aðeins að koma upp úr hjólförunum og komast á réttan stað til að gera úrbætur, til að forðast það þá að lenda út í skurðinum. Og ég held að það hafi enginn ætlað að gera neitt rangt. Heldur þetta kannski bara einhvers konar reynsluleysi. En málið það, forseti, að bara hálftíma eftir síðasta bæjarráðsfund þá bárust fréttir af því að búið var að ganga frá ráðningu aðstoðarmanns bæjarstjóra. Og ég vil líka nota þetta tækifæri af því að aðstoðarmaður bæjarstjóra og þó hann hefði ekki setið hér í salnum en hann situr hér. Og ég vil líka nota tækifæri hér undir þessum máli að segja og bara bjóða nýjan aðstoðarmann velkominn til starfa og þetta snýr heldur ekki að einhverjum persónum og leikendum, heldur svona ábending alvarleg óvöndu vinnubrögð hjá nýjum meirihluta og sem ganga það langt og við erum búin að afla okkur bara ráðgjafar hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga að þau virðast brjóta gegn sveitarstjórnarlögum. Og því viljum við leggja hér fram eftirfarandi bókun sem hefur nú þegar verið send til ritara fundarins. Og hún hljóðar svo. Bæjarstjóri ræður aðstoðarmann án heimildar og brýtur þar með sveitarstjórnarlög. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Samfylkingar furða sig á því að nýr bæjarstjóri virðist taka þá einhliða ákvörðun að ráða sér aðstoðarmann og með því brjóta sveitarstjórnarlög þrátt fyrir að hafa verið bent á að slíkt væri óheimilt. Samkvæmt 1. málsgrein 63. greina sveitarstjórnarlaga, númer 138 frá 2011, fjárhagsáætlun ársins bindandi regla allar fjárhagslegar ráðstafanir af hálfu sveitarfélagsins.
Ef ráðning starfsmanns jafnvel til skamms tíma kallar á ný útgjöld sem fara umfram samþykkta fjárhagsramma eða heimildir á viðkomandi lykli, kveður önnur málsgrein 63. grein sömu laga á að óheimilt sé að víkja frá áætluninni nema sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka við hana þar sem útfært hvernig útgjöldum verður mætt. Og ég ætla að fá að gera hlé á upplestri á bókunni til þess að skjóta því hér inn að við bentum á þetta, að það hefði þurft að koma viðauki inn í bæjarráð. Og áfram held ég með lesturinn. Bæjarstjóri umboði nýs meirihluta gerist því sekur að ráða í stöðu sem ekki samþykkt í fjárhagsáætlun, ófjármögnuð og fer yfir fjárheimildir og ætlar ekki að leggja fram óskum viðauka í bæjarráði sem afgreiða þarf við bæjarstjórn og með því brýtur bæjarstjóri gegn 63. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Samfylkingar óska eftir skriflegum svörum við eftirfarandi spurningum á næsta fundi bæjarráðs sem fer með umboð bæjarstjórnar vegna sumarleyfis. Var staða aðstoðarmanns auglýst opinberlega? Ef ekki, á hvaða lagagrundvelli var ákveðið að auglýsa hana ekki? Hversu margir umsækjendur komu til greina og hvaða sjónarmið lágu til grundvallar við val á aðstoðarmanni bæjarstjóra? Hefur verið framkvæmt mat á því hvort verkefni aðstoðarmanns bæjarstjóra séu nú þegar eða geti verið á verksviði annarra starfsmanna sveitarfélagsins með tilheyrandi sparnaði? Hver heildarkostnaður sveitarfélagsins vegna ráðningarinnar á ársgrundvelli að meðtöldum launum, launatengdum gjöldum, lífeyrissjóðsgjöldum og öðrum starfskjörum? Ráðningin tímabundin eða ótímabundin og hvaða uppsagnarákvæði gilda starfið? Hvernig fellur ráðning aðstoðarmanns bæjarstjóra samþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og hefur verið gert ráð fyrir þessum kostnaði í fjárhagsáætlun? Hefur bæjarráð eða bæjarstjórn samþykkt stofnun starfsins eða breyting á skipuriti sveitarfélagsins og ef svo hvenær? Óskað eftir að lagt verið fram mat á því hvaða ávinning eða hagræði ráðningin talin hafi í för með sér fyrir rekstur sveitarfélagsins. Og að auki óska bæjarfulltrúar Framsóknar og Samfylkingar eftir að ráðningarsamningur og starfslýsing aðstoðarmanns bæjarstjóra verði lögð fram með málinu á bæjarráðsfundi. Og undir þetta rita allir viðstaddir bæjarfulltrúar Framsóknar og Samfylkingar. Já, bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Virðulegur forseti, ágætis bæjarfulltrúar. Það mér ljúft og skylt að koma upp og koma inn í þessa umræðu. Það alveg ljóst að hér minnihlutinn farinn að kvarta undan þeim vinnureglum og þeirri vinnumenningu og annað sem þau innleiddu sjálf síðastliðin 12 ár. Og leiðin að ég óskaði eftir því hér í stjórnkerfinu að athuga einmitt hvort að þessi staða væri hér til staðar, að því ég var ekki búin að vera lengi í starfi þegar ég fann fyrir því að allir verkferlar og allt hér gerur ráð fyrir því að væri aðstoðarmaður bæjarstjóra. Og öll hér, stjórnsýslan hér var teiknuð upp miðað við það. Og því starfi hafði verið sinnt alveg þangað til að ég tók við. Þannig að ég kannaði þessi mál öll sömul og óskaði einmitt eftir því að yrði gerður viðauki að þær ástæðanir sem þyrfti og fékk vissar leiðbeiningar frá stjórnsýslu bæjarins það að ég hefði fengið vissar heimildir að tilgerðum sviðum til þess og myndi upplýsa það í bæjarráði sem við gerðum fyrir þessu hálfa stöðugildi, því þetta hálft árið sem undir hér. Við erum hér að ræða hálft stöðugildi sem hefur alltaf verið til staðar í bænum og í bæjarfélaginu hefur alltaf verið mannað. Og ég hef kannað það að það hefur ekki verið gerður neinn viðauki á þessu ári. Þrátt fyrir hina ýmsu samþykktir í bæjarráðum og breytingar fjárlögum, þá hefur fráfarandi meirihluti sem núverandi minnihluti ekki gert neinn einasta viðauka og gerði einn eða tvo á síðasta ári.
einn viðauka og svo einn vegna framkvæmdabreytinga. Og þannig að þetta greinilega eitthvað sem við þurfum að fara saman yfir hér í allri bæjarstjórninni, hvernig þessi fjármálareglur hafa verið og hvernig við ætlum að fara eftir þeim. Og ég fullyrði það að aðstoðarmaðurinn, það hlutverk, er nú þegar búið að hagræða fyrir launin sínum og mun vera mikið, ekki bara vinnuhagræði heldur margt hagræði og mörg umbótaverkefni og annað mun skila sem mun hraðar hér í stjórnsýsluninni og skilvirkari, þannig að staðan er nú þegar farin að borga sig og mun gera áfram og við munum eiga mörg samtöl fjárhagsáætlunargerð og eftirfylgd með fjárlögum og annað hér á næstunni og sýnist manni þegar við tökum við því fjárhagsbúi sem við tökum við að það verður nægt að gera þar og mörg vinnubröðin sem við þurfum að vinda ofan í þeirri vinnu. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessi svör. Staða aðstoðarmanns bæjarstjóra hefur ekki verið í fjárheimildum sem stöðugildi núna nokkurt skeið. Aðstoðarmaður bæjarstjóra hefur að minnstakosti ekki verið hér í starfsliði sveitarfélagsins í 2 ár. Þannig að það er ekki rétt af því að þegar að fyrrverandi sviðsstjóri menningar- og þjónustusviðs fór hér í veikindaleyfi þá var ákveðið að hagræða og nýta starfsmann sem var hérna til staðar með ákveðna þekkingu sem að gat tekið við því starfi með mjög fljótum hætti sem hvarf í þau störf og síðan þá hefur ekki verið til staðar aðstoðarmaður bæjarstjóra. Þannig að það er ekki rétt að hér hafi verið stöðugildi til staðar þegar nýr bæjarstjóri tók til starfa, bara svo það sé leiðrétt hér strax. Það er mjög jákvætt að það hafi engin viðauki verið tekin inn í bæjarráð á þessu ári. Og hvað þá það hafi einungis ég held að hafi reyndar verið 2 viðaukar sem voru teknir inn á síðasta ári af því að viðaukar eru eingöngu lagðir fram til þess að mæta ófyrirséðum útgjöldum sveitarfélagsins sem ekki var ljóst að þyrfti að fjármagna þegar að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er staðfest hér í desember á hverju ári. Þannig að verkferlarnir eru bara þannig að ef við eigum fjármagn, þess vegna eru að setja fjármagn á lykla eins og eru teknir hérna fyrir í fundagerðum bæjarráðs núna, þar sem að vera að mæta íþróttafólki sem óskar eftir, sem að reyna að ná ólympíuviðmiðum eða eitthvað slíkt í þeirra íþróttagrein, að við erum að mæta því að geta greitt slíkum aðilum vinnuskólalaun á sumrin til þess að hjálpa þeim að ná þessum lágmarksviðmiðum. Við setjum fjármagn á lykla til að mæta slíkum útgjöldum. Viðaukar eru einungis gerðir þegar eitthvað áríðandi, ófyrirséð mætir okkur og við sjáum ekki að nákvæmlega þetta hafi verið þannig. En ef það hefði verið komið inn með viðauka í bæjarráð þar sem er hægt að færa nægilega góð rök fyrir því að þetta er brýnt að bæta þessu stöðugildi við, þá þarf að byrja á að fá heimild áður en við tökum skrefið og förum að ráðstafa fjármunum sem ekki er heimild fyrir. Það er svona aðalatriði. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, bæjarstjóri Vilhjálmur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég vildi bara koma hér aftur í framhaldi af ummælum Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur. Ég vildi líka minna á það að þetta var tímabundin ráðning einmitt til að sjá hvort að við ætlum að hafa hana inn í framtíðar fjárhagsáætlunum ekki og framtíðar skipuriti sveitarfélagsins ekki og því er hún tímabundin. Það var talað og ég sagði aldrei að það hafi verið starfandi aðstoðarmaður, ég sagði að hlutverki aðstoðarmanns hafi verið sinnt þrátt fyrir að fyrir aðstoðarmaður horfið í starf sviðsstjóra.
og það núverandi aðstoðarmaður allan ekki að sviðsstjóra á launum, það nokkuð ljóst. En talandi að það veri jákvætt að ekki verið gerður viðauki á síðasta ári. Hér að tala hálft stöðugildi, hvort sem það sem við bara munum fara betur yfir, hvort það hafi rúmast innan heimilda ráðhússins eða ekki, fjárhagsleiklum þar. En ég hefði viljað sjá allan á síðasta ári að það hefði verið gerðu viðauki hjá þáverandi bæjarstjórn þegar það var ljóst hverju kjarasamningar kennarar væru, þá voru augljóst hver gjöldin ættu að hækka. En þar sá þáverandi meirihluti ekki sér fært að gera viðauka upp á 600 milljónir. 600 milljónir sem fylgdu vegna kjarasamningar sem lágu þá fyrir, sem voru útgjöld sem voru ekki komið til framkvæmda en lágu fyrir. Þannig að ég bara lýsi því yfir að ég meira en tilbúin að ræða hér í allri bæjarstjórninni hvernig við högum okkar fjárreiðum hér, hvernig við förum eftir fjárhagsáætlunum og hvernig við höfum aga í fjármálum sveitarfélagsins, og þá þurfum við líka að vera tilbúin að gera þær ráðningar og þær ráðstafanir sem hagræða fyrir sveitarfélagið og auka skilvirkni og hagkvæmni í rekstri sveitarfélagsins. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir að fá heimild til að koma hér í þriðja sinn. Þegar kjarasamningsbundnar hækkanir að ræða, þá fylgdist bæjarráð mjög grannt með stöðu bæjarsjóðs. Við hefðum geta farið í eina aðgerð sem engu okkar hugnaðist, og það var að fara í uppsagnir. Það að kjósa að bæta við stöðugildi og stækka báknið, að fara að fjölga starfsfólki, ekki það sama og þegar að það koma fram kjarasamningsbundnar verulegar hækkanir og við erum að leitast eftir því að tryggja að við skilum góðum ársreikningi í kjölfar þess árs. Ég get ekki samþykkt að við séum að tala sama hlutin þegar við bætum við starfsfólki með galopin augu án þess að óska eftir heimildum fyrir því, eða þegar við fylgjumst grannt með í hverri einustu viku og tökum það formulega fyrir í hverjum einasta mánuði og sjáum það að afkoman okkar var þannig að við þurftum ekki að ráðast í stórfelldar uppsagnir sem hefðu einungis bitnað á leik- og grunnskólum. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Guðbjörgur Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarfulltrúi Bjarni, til hamingju með fyrsta fundinn og tæknimaður. Minn skilningur hefur verið sá að síðustu 12 ár mínus 1,5 ár hafi verið aðstoðarmaður bæjarstjóra að störfum. Fyrir tæpum 2 árum var aðstoðarmaður færður í starfi. Ég held nú reyndar að við höfum öll fundið það hérna í Ráðhúsinu hversu vont var að hafa ekki aðstoðarmann bæjarstjóra, og ég taldi það bara nauðsynlegt að það yrði aðstoðarmaður þar sem að, eins og virðulegur bæjarstjóri segir hér rétt áðan, að verkefnin eru ansi mörg sem á eftir að vinda ofan á. Þannig að við þurfum margar hendur og allar hendur upp á dekk. Þannig að ég vil bara nýta þetta tækifæri og óska nýjum aðstoðarmanni bæjarstjórans til hamingju með starfið, og ef við ekki bara halda áfram með fundinn. Nú segi ég eins og meirihlutin sagði alltaf áður, er það að tefja fundinn? Takk fyrir þetta, Guðbjörgur. Bæjarfulltrúi Kristján Pétur, gjörðu svo vel. Frú forseti, takk fyrir þetta.
Mér langar bara aðeins að koma inn á það. Við erum að tala hérna það sem að bæjarfulltrúi Halldóra Fríða vitnaði áðan, fundargerð hérna frá 11. júní bæjarráðs. Þarna kemur þetta mál aðstofum bæjarstjóra ekki fyrir, þannig að ég veit ekki alveg af hverju við erum að ræða það núna, þegar þá hefði bara formlega þurft að setja þetta á dagskrá bæjarráðs, myndi ég halda. Þarna var að ræða mál sem var rætt undir önnur mál á fundi bæjarráðs. Og ef á að ræða það henni bæjarstjórn hefði ég haldið það að þetta ætti að vera á formlegu dagskrárgerðarfundi, formlegu liðurinn í bæjarráði, og ef minnihlutinn vill ræða þetta sérstaklega, þá mæli ég með því að þau fara á þessa leit við formann bæjarráðs að vilja ræða þetta mál sérstaklega en ekki vera að taka hérna upp í óspurðum fréttum. En vistu að við erum ekki að gera það, þá bara er ég til að taka þátt í þessu umræðu, bara eins og allir hinnir. En hérna reykir fráfarandi meirihluti sig af því að það ekki verið bókaninni viðaukar. Ég er ekki sammála því. Ég er á því að þegar eitthvað bregður út á, þá á að bóka viðauka. Ég er ekki sammála því að það á til í þessu tilviki, því að sjálfsögðu var skoðað þessi mál og athuga hvort að þetta myndi rúmast innan fjárheimilda, og skilaboð sem við fengum voru þau að það gerði það. En vistu tölum við viðauka, að þá getum við sagt að til dæmis í fjárhagsáætlun núna, og við erum að tala vist bara önnur mál og það er augljóslega leyfilegt hérna, að þá var til dæmis biðlaun framfærandi bæjarstjóra, ekki inn á fjárhagsáætlun. Þannig að ég spyr, hvers vegna var ekki boðað, gerðu viðauki við fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar þegar að menn áttuðu sig á því að biðlaun framfærandi bæjarstjóra voru ekki inn í fjárhagsáætlun? Ég spyr, ég veit ekki, við erum að ræða þetta. Mér finnst tilgangslaust að ræða þetta núna þegar þetta er ekki formlegur dagskrárgerður inn á bæjarráði, og forsetinn náttúrulega stýrir þessari umræðu og getur bara stoppað hana eða haldið henni áfram. Ég er til að taka þátt inn, ég er til að ræða þetta. Ég segi það að það á ekkert sveitarfélag að hreykja sig af því að þegar eitthvað út af bregður, og hérna er verið að tala um ykkur á smámuni, hérna er verið að tala um tímabundna ráðningu á aðstoðarmanni bæjarstjóra sem er að koma hérna tímabundið inn. Við erum með bæjarstjóra sem er að koma hérna nýri embætti, fullt af verkefnum, nóg að takast á, og þetta er það sem að minnihlutinn vill ræða núna. Tímabundna ráðningu aðstoðarmanni bæjarstjóra. Þetta er það sem að brennum mönnum á hérna. Ég er algjörlega til að taka þessa umræðu bara eins lengi og við bara þurfum. Það er að segja að forseti leyfir. Já, ég vil þakka bæjarfulltrúa Kristjáni Pétri fyrir. Bæjarfulltrúi Guðný Birna, gjörðu svo vel, við erum óska eftir orði. Frú forseti, hér eru komin í skrýtnar umræður hér í bæjarstjórnarstól Reykjanesbæjar. Nú hef ég tamið mér að hlusta á ræðumenn og hvað hefur verið rætt, og ég tel alveg skýrt að bókun Framsóknar og Samfylkingarinnar snýr að eðlilegri stjórnsýslu, snýr að gildandi fjárhagsáætlun, snýr að fjárheimildum. Okkur ber samkvæmt sveitarstjórnarlögum að fara eftir fjárhagsáætlun. Við gerum hana í desember, þess vegna mjög eðlilegt að hér er spurt nýtt starf sem var ekki fjármagnað og er sett inn á miðju ári. Þetta er ekki óeðlilegt og frekar eðlilegt, en það sem hefur verið sagt hér viðauka átta ég mig ekki alveg á. Og við hefum átt þetta debatt við fyrrum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hér sem að fóru mikið viðauka, og við ræddum þetta mál ítrekað í bæjarstjórn síðast, og það er alveg ljóst að ef að á að setja fram viðauka þá þarf að setja fram hagræðingartillögur á móti, og það gátum við ekki gert nema að fara í uppsagnir. Það lá alveg ljóst fyrir. En eins og bæjarfulltrúi Halldóra Fríða ræddi hér að þá fylgdust við grannt með rekstrinum, og að koma hérna upp, herra bæjarstjóri, og vera að vísa í viðauka út af kjarasamningshækkunum kennara er ódýrt, og miða það saman við að setja inn stöðu aðstoðarmanns á miðju ári. Heimildir á tilteknum sviðum frá starfsfólki, hvað eigið þið við? Við erum bæjarstjórn. Annaðhvort er heimild í fjárhagsáætlun eða ekki.
munu fara yfir síðar hvort rúmist innan lykla ráðhússins. Þetta stöðugildi hefur ekki verið hér í 2 ár. Það hefur verið fullkomlega eðlilegt að setja það inn í fjárhagsáætlun haustsins og taka það inn á næsta ári. Það hefur verið fullkomlega eðlileg vinnubrögð. Rekstur sveitarfélagsins Reykjanesbæjar bar kjarasamningsbundnar hækkanir kennara, eins og við sáum, eins og við fylgdumst með, eins og rúmaðist fyrir og við skilum meiri segja afgangi. Þannig að það er hrikalega ódýrt, leyfi ég mér að segja, að koma hér upp að ræða þetta mál hér undir fundargerðum bæjarráðs. Hér hefur verið alveg skýrt að fyrir meirihluta að fjárhagsáætlun stendur og við förum ekki í viðauka nema eitthvað skyndilegt og ófyrirséð sem við verðum að mæta koma upp á. Á það við dæmi eins og fimleikadínu sem slitnaði sundur. Þar varum að ræða öryggi fimleikabarna sem við tókum mjög alvarlega. Það var viðauki. Öryggismyndavélar í samráði við lögregluna. Mjög mikilvægt mál. Ekki fjárhagsáætlun. Það var viðauki. Viðauka við fjölgun starfsfólk á miðju ári? Nei. Það hefur aldrei gert. Það hefur verið fullkomlega eðlilegt að leysa þetta á annan hátt. Við bentum á það, hvort þetta er heima hér í umræðu, það er bara, hér hefur umræða að fara að stað, það er óþarfi að vera ræðsig við því. Þetta er bara mjög eðlilegt mál og auðvitað er eðlilegt að við bendum á það að það sé verið að fara út fyrir heimildir á miðju ári, ekki fjárhagsáætlun. En ég veit ekki hvað mér finnst það að vera að bera þetta saman við kjarasamningsbundnar hækkanir kennara sem við fórum ítrekað yfir með Sjálfstæðisflokknum á síðasta kjörtímabili og rúmum þá hækkanir. Svo það sé alveg kýrskýrt. Takk fyrir þetta, Guðný Birna. Ég ætla hér með að loka þessari umræðu. Það hefur bara verið mjög gott að við tækjum þessa umræðu inn í bæjarráði og að því að það er óeðlilegt að ræða hér viðauka og annað og þá langar mér nú bara að því við erum að tala um viðauka að þeir séu gerðir að illri nausinn en ég hef ekki séð neitt viðauka við fjárhagsáætlun hvað varðar biðlaun bæjarstjóra. Þannig að við bara væntanlega ræðum það í bæjarráði. Þar sem að við förum yfir það, af hverju óskopunum var það ekki gert og það vissu allir að fráfarandi bæjarstjóri, hann var að hætta. Þannig að mér finnst svona vera að kasta boltunum hérna hægri vinstri og við ætlum að loka þessari umræðu nú þegar og þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs frá 4. og 11. júní, rétt við upp hönd. Þið ætlið að sitja hjá í... Við greiðum atkvæði gegn öðru máli. Já. Ok, þannig að fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. júní eru samþykktar nema minnihlutinn bókar gegn máli 2 í fundargerð bæjarráðs frá 11. júní. Þá er það komið. Þá förum við 4. júní fyrirgefið, afsakið 4. júní. Þá förum við í mál 3 á dagskrá fundarins sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 5. júní 2026 og fyrst verða tekið mál fyrir sem þarf að samþykkja sérstaklega en gögnin liggja fyrir fundinum. Fyrsta mál er 8. mál fundargerðarinnar Suðurbrautarreitur Ásbrú deiluskipulag. Þeir sem geta samþykkt það. Það er samþykkt 11.0. 9. mál fundargerðarinnar Hringbraut 130. Óskar eftir að taka til máls hvað var það þann lið. Þeir sem geta samþykkt liðin. Það er samþykkt 11.0. 10. mál fundargerðarinnar Hafnagata 45. Þeir sem geta samþykkt þann lið. Það er samþykkt 11.0. Þá er það 12. mál fundargerðarinnar Stapabraut 21. Auglýsingaskilti, þeir sem geta samþykkt þann lið. Það er samþykkt 11.0.
14. mál fundargerðarinnar Grendastöðvar Reykjanesbæjar. Þeir sem geta sagt samþykkt það mál. Það er samþykkt 11-0. Og að lokum 5. mál fundargerðarinnar Afnot af landi. Þeir sem samþykkja það. 15. mál fundargerðarinnar. Það er samþykkt 11-0. Og þá gef ég orðið laust fyrir fundargerðirnar í heild sinni. Bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að koma hérna upp undir 5. dagskrárlið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, akademíureitur breytinga á aðalskipulagi. Þar kemur fram að erindinu var frestað og að fela Erlu Bjarni Gunnarsdóttur lögfræðingu umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna málið áfram í samstarfi við Vilhjálm Árnason bæjarstjóra, sem var bókun málsins, en þarna vildi ég bara koma inn á það að við höfum ákveðið að stoppa frekari vinnu við þetta deiluskipulag og svo bara skipulagstillögur, bæði aðal- og deiluskipulag sem eru vinnslu á reitnum, en við ætlum að skoða það hvort það sé hægt að nota eitthvað vinnu áfram í breytt áform á þessum reit. Þannig að það er alveg ljóst að svo vinna sem var áður og starfshópur annað hafa lokið störfum og verið stöðvuð öll útgjöld vegna vinnu við þessa skipulags, og nú munum við hefja vinnu við það að athuga breytta notkun eða breytt áform það hvernig við nýtum þennan mikilvæga reit í hjarta bæjarfélagsins til uppbyggingar, þannig að samfélagið og ekki síst íþróttir og tómstundir njóti sem best. Þannig að þarna getum við haft öfluga miðju, íþrótt og tómstunda, þar sem verður öflugar samgöngur en verslun og þjónustu og önnur starfsemi í kring, og svo vinna mun hefjast fljótt í samráði við bæjarbúa, íþróttahreyfinguna og fleiri. Ég vildi bara koma upp og árétta þetta hér og upplýsa á fundinum. Bæjarfulltrúi Róbert Jóhann hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil lýsa bara við vonbrigðum með því að bæjarstjóri vil stöðva þetta mál, en ég tel nú kannski rétt að bæjarstjóri geti ekki stöðva þetta mál, það þurfa að gerast í öskjunu. Þannig að málið er þá tekið upp aftur þar og fellt þar, en ekki stöðva bara hér á bæjarstjórnarfundi. Þannig að mér finnst það reyndar ansi sérstætt að gera það svoleiðis, en allt í lagi að láta okkur vita áform að við þurfum að gera þetta rétt. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Fundargerðar umhverfis- og skipulagsráð. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, það er alveg rétt og ég tek alveg undir það, og enda tók ég það skýrt fram að ég var bara að upplýsa hér áform og annað slíkt og las bókunum það að okkur hafi verið af umhverfis- og skipulagsráði falið að vinna þetta mál áfram, og þannig að ég var bara að kynna hér áformin og þau munu fara öll sína réttu leiðir hér og þetta mun vera spennandi og skemmtilegt verkefni fyrir skipulagsráðið framhaldi að vinna áfram með þróun akademíureitsins, og ég hlakka til samstarfsins og framtíðanir í þeim efnum. Bæjarfulltrúi Róbert Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna undir máli nr. 11, Bólafótur viðhorfskönnun, og ég gera athugasemd kannski við bókun hérna í ráðinu og leiðrétta hana. Breytingu skipulagi er ekki tímabær, erindi hafnað. Róbert Jóhann Guðmundsson og Hjörtur Magnús Guðbjörnsson sitja hjá við afgreiðslu málsins. Málið er að við lýstum okkur vanhafa. Þetta er viðhorfskönnun sem var send til íbúa og við búum þarna í næsta nágrenni og fengum bréf, og það átti að koma fram að við erum vanhæfir við afgreiðslu málsins, þannig að ég biðja ritara að leiðrétta það.
Takk. Takk fyrir þetta og þá er ritara falið að leiðrétta þetta í fundargerðinni. Fundargerðin er laus til umræðu. Guðbergur Einarsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil þakka það traust sem ég hafa veitt hérna áðan að skipa mig í þessa nýju umhverfis- og framkvæmdanefnd. Ég ætla að vona að fólk hafi ekki misskilið að skipulagsráðið yrði umhverfis- og skipulagsráð eins og þú sagðir, virðulegi forseti. En það mun þá heita skipulagsráð og þarna verður þessum málum splittað. Við bæjarfulltrúi Róbert og fleiri höfum verið í þessu umhverfis- og skipulagsráði síðustu 4 ár og okkur hefur oft verið umrætt að þarna séu allt og mörg mál og umhverfismálin sérstaklega þau verði svolítið til hliðar út af því að skipulagsmálin eru það mikilvæg. Þannig að mér finnst þetta gott skref að við séum að kljúfa þetta í sundur og skipulagsmálin fái þá alvöru umræðu og að því sögðu þá vil ég fagna því að bæjarstjórinn ætlar að taka og breyta þessum ákvörðunum í akademíureitnum og bæjarfulltrúi Róbert, þú kannski misskildir hann aðeins að því að hann segir að honum er falið að vinna málið áfram með lögfræðingi og ég veit að þau eru byrjuð að vinna þetta aðeins áfram og hann segir auðvitað þarna að hann sé að leita leiða til þess að nýta það sem hefur verið gert í þeim pælingum sem við erum með varðandi akademíureitin og það er mikla breytingar sem þurfa að eiga sér stað þar og líka ég ætlaði nú ekki að koma hérna upp út af því máli en á Njarðarbrautinni sem er þarna í þessari sömu fundargerð að þar þarf líka aðeins að eiga við og mér hlakka til fyrsti fundur er líklega í næstu eða þarnæstu viku. Mér hlakka til bæjarfulltrúi Halldrafríða að við förum aðeins að ræða þetta í sameiningu og verðum yfirleitt sammála. Ég treysti því. Takk fyrir þetta, Guðbergur Einarsson. Það er spurning hver var á undan. Róbert, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson, þegar bæjarstjóri kom hér í annað skipti upp að ræða akademíureitin þá skildi ég hann fullvel. Algjör óþarfi fyrir þig að útskýra þetta nánar fyrir mér, en takk samt. Bæjarfulltrúi Guðni Birna, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Þetta eru athyglisverð mál hér á fundi umhverfis- og skipulagsráðs og svo sem ekki að undra, enda fór bæjarstjóri mikinn í kosningabaráttunum að hann ætlaði að sturta akademíureitnum ofan í klósettið. Þannig að við erum svo sem ekki hissa fulltrúar Samfylkingar og Framsóknar þó að við séum vissulega döpur yfir því að 2 ára vinnu í stýrihóp meirihluta og minnihluta með samþykktum Sjálfstæðisflokksins áður er hér farið forgörðum. En í ljósi þessa máls langar mig að lesa upp bókun með leyfi forseta sem hljóðar svo. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. júní síðastliðnum eru margar áhugaverðar ákvarðanir. Í máli akademíureitsins var óskað eftir heimild til að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi en erindinu var frestað og lögfræðingi sviðsins og bæjarstjóra falið að vinna málið áfram. Hér hefur verið tekið fram nú í bæjarstjórn að bæjarstjóri hefur tekið ákvörðun að hætta við verkefni sem hefur í vinnslu í 2 ár. Það er einkar athyglisvert í ljósi þess að næsta mál var samþykkt en það sneri, eða verður samþykkt hér á eftir gerir ég ráð fyrir, að svæði M2 miðbær sem er svæði frá Hafnagötu, Njarðvíkurbraut, Náströnd, Aðalgötu, Klappastíg og Vatnsnesveg.
Þar einnig óskað eftir heimild til að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi. Í því máli verið að stækka leyfilegt byggingamagn úr 85.000 fermetra í 128.500 fermetra sem felur í sér að heimilaður íbúðafjöldi fer úr 305 íbúðum í 525. Ráðið heimilar einnig deiliskipulagstillögu fyrir Suðurbrautarreit og Ásbrú þar sem eru 300 íbúðir í 3-5 hæða fjölbýlishúsum. Í máli 11 svo neitað að heimila fjölgun sérbýla. Það vekur athygli að á fyrsta mánuði nýs meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hefur nýr meirihluti samþykkt þau mál sem snúa að mikilli fjölgun fjölbýla en hafnar þeim máli sem snúa að fjölgun sérbýla. Undir þessa bókun rita bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Framsókn og verður að teljast að í ljósi blokkarstefnu kosningar máls Sjálfstæðisflokksins þá þetta mjög áhugavert. Þess utan, kæri forseti, hér önnur bókun í máli 3 ef ég má halda áfram. Já, gjörðu svo vel. Í máli 3 mælaborð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. apríl 2026 tekið saman yfirliti við 7 framkvæmdir í sveitarfélaginu ásamt sameiginlegum kostnaði. Í ljósi ítrekara rangfærslna frá Sjálfstæðisflokknum í aðdraganda kosninga fjárhagsstöðu framkvæmda í sveitarfélaginu vilja bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar benda á yfirlit framkvæmda og stöðu verkefna þar sem kemur skýrt fram að allar 7 framkvæmdirnar, Myllubakaskóli, Holtaskóli, Drekadalur, leikskólinn Völlur, Íþróttavallarhús Njarðvíkur, Hljómahöll, leikskólinn Heiðarsel ásamt sameiginlegum kostnaði sýna að staða allra verkefna innan fjárhagsáætlunar. Það bara gleðilegt að taka þetta fram, frú forseti, og bara gott að hér mælaborð unnið að starfsfólki sem að sýni raunstöðuna eins og hún raunverulega Takk. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi þá bókun sem hér lögð fram, þá vildi ég nú segja það að það nú öllu snúið á haus. Það kemur samt ekkert á óvart að Samfylkingin og Framsóknarflokkur sé hissa á því að við höfum ekki hér sett stein í götu framkvæmda, sko. Það hefðum við náttúrulega aldrei gert. Og það mikill munur á stöðu allra þeirra verkefna sem að framkoma í þessari bókun. Aðalskipulagsbreytingunni sem var frestað á fundi umhverfis- og skipulagsráðs vegna akademíureitsins var fjölgun íbúða á reit þar sem ekki búið úthluta neinum lóðum, engir aðalar komnir með áform byggingu íbúða og engin áform hjá núverandi meirihluta að byggja íbúðir á tiltekna reit. Það íbúðamagn sem núna inn í aðalskipulaginu dugar fyrir þeirri einu lóð sem að mögulega íbúðir verða einhvers konar búseta verður í. Þannig að það var engin ástæða að halda áfram með það. Suðurbrautarreiturinn hér í nágrenni við núverandi ráðhús. Það verkefni sem búið að setja stað, komið lengur og hefur úthlutað og búið að deiluskipulag samkvæmt því og að óska eftir breytingu. Við að fara að setja stein í götu þannig verkefni? Nei, þannig vinnum við ekki. Við setjum ekki stein í götu uppbyggingaraðila. Og það á það sama við aðalskipulag varandi í Hafnargötuna og nágrenni, það miðbæjarskipulagið M2 sem var komið hér inn á, að þó að við ætlum ekki að halda áfram og sjáum ekki fyrir okkur að halda áfram vinnu við deiluskipulag eða aðra skipulagsuppdrætti sem að eykur byggingamagn við Ægisgötu á svokallari Náströnd, að þá uppbyggingar áform og uppbyggingar í gangi og á leiðinni af stað við Hafnargötuna á því svæði. Og því hið eðlilegasta mál að klára þetta mál. Það áform sem komin á stað í skipulagsferli og annað og bíða eftir þessari samþykkt og sjálfsögðu samþykju við þannig.
verkefni, þó að við séum ekki að halda áfram með verkefni sem ekki búið útluta og ekki komin á stað og annað slíkt. Þarna bara stór munur á og þannig að það skal upplýst hér í þessu máli. Þannig að svo munum við að sjálfsögðu koma fljótt og örugglega með skýra sýn á það hvernig við ætlum að fjölga hér sérbílunum. Og það á einmitt við Bolafótinn líka að þar komið áform verkefni með 27 sérbíli og þessi höfnun var einmitt stækkun á því verkefni og ég hefði bara haft áhyggjur af því ef að sú stækkun hefur verið samþykkt að það hefði getað tafið það verkefni enn frekar og hefur það nú tafist nægt. Þannig að ég vona að þessi 27 íbúðir komist af stað. Þannig að hér þetta allt eins skýrt og það getur verið, stefnan ennþá skýr og svona bókun ruglar ekkert í henni. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Kristján Pétur hefur óskað eftir orðinu, gjörðu svo vel. Mér langar aðeins að koma, frú forseti fyrirgefðu, mér langar að koma aðeins inn á mál 11 í kjölfarið á því sem að bæjarfulltrúi Guðný Birna var að tala um áðan. Hún náttúrulega stillir þessu þannig upp eins og að við sem ekki að standa við eitthvað sem við sögðum og allt í svona pólitísku tilgangi. Þarna við að hafna einhverju máli sem að við vorum að predikara í kosningabaráttunni, ef við skildum hana rétt. Og allt góð með það. Þarna viðhorfskönnun sem var framkvæmd í tíð fráfarandi meirihluta, sem minnihluti í dag. Persónulega, ég hef mína persónulegu skoðun á þessu, ég ætla ekki að skipta kannski ekki öllum máli núna. Ég hlynntur þessari byggð og ég hef alveg verið hlynntur því að byggja þarna meira ef ég að tala út frá mínu persónulegu, en þarna var framkvæmd viðhorfskönnun. Hún var lögð fram og það kom niðurstöðu út úr henni og bara til að lesa með leyfi forseta síðustu málsgreinina í þessari fundargerð, þá stendur breyting á skipulagi ekki tímabær þessu erindi og komma erindi hafna, sem þýðir að þessu erindi var hafnað að sinni, já, í ljósi þeirra viðurskönnunar, ég er með orðar að tala að í ljósi þeirra viðurskönnunar sem liggur fyrir. Og málið það, og svo vil ég bara koma inn á annað og ég skilði það mjög vel að Róbert Jóhann nefndi þarna á hann að hann hafi verið vanhæfur í þessu máli og þannig að hann satt ekki hjá við afgreiðsluna, en ég sé ekki betur en að þessi fundargerð samþykkt og undirrituð öllum málum, þá skil ég ekki alveg hvernig það ætla að breyta henni, en allt í lagi. Það er kannski bara mitt að komast að og læra ef það sé hægt bara yfir höfuð. En þetta en hún. Virðulegi forseti, já, ég vona nú að við komumst yfir hveitibrauðsdagana á einhverju tímapunkti og förum að vinna betur saman þegar við erum búin að sníða af einhverja vankanta. Það nefnilega svolítið áhugavert að sitja og hugsa mitt svona, því að bæjarfulltrúi Guðný Birna nefndi áðan ef maður hlustar á hvað verið að segja, að það kemur einhver og segir eitthvað, kemur einhver og verður alveg brjálaður og svo kemur einhver annar og þetta einhver svona skylmingar. Og ég vona að þetta verði ekki svona kjörtímabil gaslýsinga þar sem að minni hlutin alltaf að misskilja allt og þú veist, þannig að þetta pínu svona, það bara ég veit að, og hér brosað og mér finnst það frábært að því að við verðum líka að geta unnið saman, en líka bara taka tillit til þess að við horfum á hlutina frá sitt hverju sjónarhorninu. Við erum ekki öll í sama flokki, við höfum ekki öll sömu stefnu og þó að bæjarfulltrúi Guðbergur hafi komið upp áðan og við sannarlega fögnum því bæði að fara að vinna saman í ráði, að við höfum alveg verið sammála og við höfum verið mjög sammála hluti eins og til dæmis akademíureitin sem við lögðum saman fram ákvörðun og sem verið að breyta núna. Þannig að og það má alveg skipta skoðun, þú veist, það alveg fullkomlega eðlilegt, en bara
verum fagleg, reynum að passa upp að það vera ekki hérna að gaslýsa hvert annað, að þó við séum ekki sammála, en hérna ég allavega stend ennþá með þeim málum sem að ég stóð með síðast að hafa ekki komið fram einhver svona rök sem að gera það verkum að ég breyti skoðun minni, ekki nægilega sterk, og ég hef áhyggjur af því að forsendu þessa verkefnis séu mögulega brostna gagnvart samkomulag okkar við ríkið nýtingu á þessu reit, af því að við megum ekki gleyma því að við eigum ekki þetta land. Við gerðum samkomulag ákveðna nýtingu á þessu landi sem að gera það verkum að við fáum tekjur, ríkið fær tekjur, og þetta var hægt að gera í korter þegar var skipt ráðherra og við gátum skrifa einn undir samkomulag, ekki bara varðandi þennan reit í eigu ríkisins innan okkar sveitarfélags, heldur líka fleiri. Þannig að það er kannski stærsta verkefni, að reyna að tryggja það að þær forsendur verði ennþá til staðar, sem er bara mjög mikilvægt. Þannig að vöndum þessa vinnu, hún er búin að taka mjög langan tíma því við erum búin að vera að vanda okkur svo mikið og reyna að hafa öll með, og þá er eitt annað, íþróttahreyfingin, við skulum ekki gleyma henni. Mér skilst eftir því sem við heyrum frá þeim félögunum sem hafa verið með okkur í þessari vinnu í allan þennan tíma, að það samstarf byrja ekkert sérstaklega vel. Þannig að tökum ekki ákvarðanir sem fara gegn vilja eða þörfum íþróttahreyfingarinnar bara af því að við höfum einhverjar sjálfstæðar hugmyndir og við getum ekki beðið eftir að hlaupa með þær í gegn. Við erum vissum að við séum öllum borð. Þess vegna tók þetta verkefni þennan tíma, af því að við ætluðum ekki að æða stað út í eitthvað sem væri ekki fjármagnað, af því að þarna gátum við fengið inn tekjur til þess að byggja upp stórkostlega aðstöðu fyrir íþróttahreyfinguna, en á sama tíma komið með minni íbúðir fyrir ungt fólk sem er að reyna að komast út á fasteignamarkaðinn og á bara í bölvuðu brasi með að gera það. Og byggja upp sterkan miðbæjarkjarna eins og við höfum séð hefur verið segull til dæmis á Selfossi og stendur til að byggja upp í Borgarnesi. Þannig að þetta var ekki bara einhver hugmynd algjörlega vanhugsuð sem að enginn hefur verið að pæli. Þannig að við skulum passa okkur þegar við erum að henda hlutum út af borðinu. Bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Kristján Pétur tók svolítið af mér orðið og með að það var auðvitað auglýst grenndarkynning og ég vildi bara svona bæta við að á þessum 4 árum, ég er tíðrætt að hafa sittið í þessu ráði í 4 ár. Mér fannst þetta greinilega mjög skemmtilegt, bæjarfulltrúi Róbert, og fyrirgefðu að ég fannst þú ekki skilja virðulegan bæjarstjórun okkar. En ég vildi bara á þessum 3-4 árum þá er ég búin að vera endalaust að benda á það að við séum ekki að tala við íbúana. Við erum endalaust einhvern veginn að henda út einhverjum grenndarkynningum sem eru auglýstar með einhverjum bréfpósti í einhverja póstkassa í staðinn fyrir að tala við fólkið. Við erum að fá fullt af málum síðustu 2 ár sem þú veist alveg líka og þú, bæjarfulltrúi Halldóra, fyrirgefðu hvernig ég er ekki reiður. Ég er ekki reiður. Að það er að koma upp fullt af málum þar sem að hefði verið gott að taka bara upp símann og hringja í aðilana og láta á vita af til dæmis deiliskipulagsbreytingum eða aðalskipulagsbreytingum og þar sem er verið að breyta atvinnusvæðum í miðsvæði og allavega. Þarna koma bara menn allt í einu af fjöllum og það er mjög skrítið hvernig þetta hefur verið gert og þess vegna finnst mér það mjög góð ákvörðun hjá þessu skipulagsráði að taka þetta bara aðeins til hliðar til að stöðva ekki verkefnið en hlusta á íbúana sem voru greinilega á móti stækkun, þá er ég að minna þarna í Bólafættinum. Varðandi önnur mál þá ræðum við þau inn í nýju nefndin okkar, eða ráðinni. Takk. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson og bæjarstjóri, gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er skemmtileg umræða og það er gaman að ræða málin efnislega og það bað enginn að allir hér ætti að vera sammála, það væri nú ekkert gaman í þessu. Þannig ég hlakka bara til málefnalegar umræðu og svo er náttúrulega allan þeim vettvangi sem ég vanur að starfa erum við nú 90% sammála. Þetta er okkar samfélag og við erum að vinna saman henni að
En það verður að vera einhverja rökræður til þess að við komumst nú að bestu lausninni. Og ég bara hlakka til þess samstarfs. Ég vildi aðeins halda áfram með akademíureitin og það var einmitt niðurstaða ráðsins. Hún var skynsamleg að fresta málinu og fela okkur, bæjarstjóra og lögfræðingi skipulagsins að vinna málið áfram. Þar á meðal samningur við ríki undir og annað slíkt. Þannig að við erum ekkert að flýta okkur. Ef við hefðum ekki ætlað að vinna málið og skoða samningin og annað, þá hefðum við nú bara hafnað skipulaginu alveg og hætt allir vinnslu, en þarna var þessu bara frestað. Það meðal annars út af því að við erum að skoða hvernig við nýtum samningin áfram, hvernig við nýtum þá vinnu sem hefur unnin til áframhaldandi þróunar og breyttra áforma á svæðinu. Þannig að ég held að það sé allt í mjög góðum farvegi og ég vil taka skýrt fram hér að í okkar málflutningi akademíureitin þá hefur við aldrei sett út á vinnubrögðin. Ég held að þetta hafi bara verið vel og faglega unnið. Það voru íbúakynningar og það var íbúakönnun og það voru flottir ráðgjafar allt í verkefninu. Það bara hugmyndin nýtingu reitsins og hversu afmarkaður hann var ekki heildarsvæði tekið það að sé að fara að setja íbúasvæðir fleiri íbúðir og þétta byggðina svona mikið akkurat á þessum reit. Það gagnrýni sem við erum að setja hér fram og þrátt fyrir að það hafi verið kynningafundur og annað slíkt að þá var algjörlega augljóst að almenn vitneskja bæjarbúa hvernig skipulagið var ekki mikil. Þó að ég sé ekki setja út af vinnubrögðum með það, en þá bara samt var ekki vitneskjan almennt góð. Og það það hljómar ágætlega að skipuleggja þarna litlar íbúðir fyrir ungt fólk sem komast inn á markaðinn. Ég vil benda á það að við hefðum örugglega enginn okkar hér lifað það af að yrði byggð íbúð þarna. Það innan við 10 fjölbýlishús í dag í Reykjanesbæ með bílakjallara. Þannig að ef það ætti að fara að byggja litlar íbúðir með bílakjallara á akademíureitnum innan 2000 aðrar skipulagðar fjölbýlislóðir í nágrenni akademíureitsins. Ég veit ekki hvaða unga fólk hefði átt efni á þeim íbúðum og á hvaða tíma einhver fjárfestir hefði lagt á staðið það. Þannig að íþróttahreyfingin hefði þurft að bíða ansi lengi eftir þeim fjármunum eða það voru fjármunum sem áttu að nýta til þess að byggja upp fyrir íþróttahreyfingun. Því hefur við áformum það að fara að hagkvæmari lausnir í samráði við íþróttahreyfinguna og það kemur mér nú mjög óvart að heyra það hér að samstarfið hafi farið eitthvað högtandi stað þar sem að aðalstjórn Keflavíkur fékk fund leið og þau óskuðu og það var góður fundur og með formanni og framkvæmdastjóra Keflavíkur. Þannig að sem var bara fyrsta samtal og undirbúningur og forsvarsmönnum Njarðvík var boðið slíkt samtal leið og það áformað núna síðar í vikunni. Þannig að ég hef ekki fundið neitt nema góðan tón við íþróttahreyfinguna og eitt af fyrstu málunum okkar var að samþykkja laust hér fyrir afrekssundmennina okkar og sem hefur alltaf þurft að koma inn hér og til samþykktar í bæjar síðustu 3 ár af því að hefur einmitt ekki verið gert ráð fyrir því skýrt í fjárhagsáætluninni. Þannig að það þurft að finna því stað innan og það vorum við að gera hér og ég fagna því. Mér langar líka að koma aðeins inn á það sem að Guðni Birna Guðmundsdóttir kom hér inn á áðan varðandi framkvæmdir og mælaborðið. Ég vona að allar framkvæmdir verði innan fjárheimilda eins og til stendur á að gera en þetta mælaborð bara fyrir fyrsta ársfjórðung og framkvæmdirnar ennþá í gangi og allir reikningar og þeim ekki lokið og annað slíkt þannig að það ekki hægt að fagna strax en ég vona að þetta haldi eins og mælaborðið sýnir eftir fyrsta ársfjórðung að það verði áfram innan fjárheimilda en hins vegar vandamálið það að framkvæmdirnar ekki
full fjármagnaður þegar lagt á stað. Og það engin breyting núna frá fyrri árum, men það lítur út fyrir það ef við bregðumst ekki við að framkvæmdirnar stoppi aftur í haust enn einu sinni. Þannig að nú það eitt af stóru verkefnunum sem við þurfum að ræða, að framkvæmdirnar ekki full fjármagnaðar í upphafi árs í fjárhagsáætluninni. Þannig að þær stoppa, þær geta alltaf bara varið í þrjá ársfjórðunga. Sá fjórði hefur ekki verið fjármagnaður undanfarið og það stefnir í það að sé ekkert öðruvísi samkvæmt áætlunum í ár. Jæja, heyrðu, eigum við þá ekki bara að segja þetta loka umræðuna? Já, þið lofaðu að koma upp í þriðaskipti. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Framkvæmdir eru sannarlega full fjármagnaðar. Það stendur bara til að gera meira. Það hefur bara tekið styttri tíma að framkvæma. Það vitum við og þetta það sem við höfum verið að berja svona við undanfarin ár, að framkvæmdir ganga vel, þær ganga hraðar heldur en áætlað var. Það ákveðin verk þetta kemur mjög skýrt fram undir eignasjóðnum sem að núna ekki til en væntanlega hefur bæjarstjóri fengið kynningu á því að við erum búin að áætla ákveðna verkþætti á þessu ári. Þeim lýkur bara fyrr á árinu heldur en gert var ráð fyrir. Þannig að nú vilja þær halda áfram. Og þess vegna höfum við sett inn viðauka eins og til dæmis í fyrra af því að við vildum sannarlega halda áfram að framkvæma fyrst að verkefni gengur svona vel. Þannig að við fórum í lántöku. Það var gert með meðvitund allra bæjarfulltrúa. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þetta komi fram hér af því að hér látið lítið út fyrir að við höfum vanáætlað fjármagn í framkvæmdir á árinu sem sannarlega alls ekki rétt. Heldur bara að það mjög einfalt að fá útskýringar frá þeim sem að sjá framkvæmdir fyrir okkur að þær framkvæmdir sem áætlað var að fara í á þessu ári, þeim lýkur bara áður en áætlað var. Þannig að það mun sennilega koma inn bara eins og áður af því að það allt hér á fullu, við sjáum það. Okkur gengur vel, við erum komið með alla nemendur inn í bæði Myllubakkaskóla og Holtaskóla í upphafi nýs skólaárs. En þeir munu fara fram á að fá aukið fjármagn til þess að geta haldið áfram. Og það jákvætt. Þannig að bara skýrt, framkvæmdir ársins voru sannarlega full fjármagnaðar í gegnum fjárfestingaáætlun. Það stendur bara til að gera meir og þá alveg mjög eðlilegt að það sé ekki fjármagn fyrir því. Þar kemur inn þessi góði viðauki. Heyrðu, bæjarfulltrúi Guðný Birna hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, takk fyrir að hleypa mér upp hér í þriðja sinn. Áhugaverð pæling hér, eins og kemur kannski fram í málfari bæjarstjóra sem að mér finnst ódrengilegt að hér talað að ítreka framkvæmdastopp og það var oft nefnt líka í kosningabaráttunni. Ítreka vera að stöðva framkvæmdir, ítreka vera taka verktaka heim, kalla aftur á staðinn, það gerðist aldrei. Það leit út fyrir það einu sinni í fyrra, þá tókum við umræðu í bæjarráð og bæjarstjórn hvort við ættum að hækka lánaheimildir til að bæta í verkið í fyrra. Og það var gert. Þannig að það skiptir máli hvernig maður segir hlutina rétt. Þannig að það bara mjög gott að það komi fram hér. Hér aftur eins og bæjarfulltrúi Halldór Freyja bretti réttilega á. Hér hefur veður verið gott, hér hafa framkvæmdir gengið vel. Hér verið að klára verkefnið sem við áætluðum í fjárfestingaáætlun síðasta árs og hér verið að spyrja, eigum við að halda áfram, viðauki, eða eigum við kláruðum verkið fyrr og við höldum áfram á næsta ári. Fullkomlega eðlilegt. En mig langar aðeins, frú forseti, ég glemdi því í máli mínu hér áðan og langar því að koma hér upp varðandi mál 4, endurskoðun aðalskipulags. Nú komið nýtt kjörtímabil og ég sé hér í máli 4 að það lagt fram endurskoðun aðalskipulagi sem iðulega gert í byrjun á nýjum kjörtímabilum.
Það er þá bókur ráðsins sem vekur furðu mína en þar segir með leyfi forseta samkvæmt 35. grein skipulagslaga metur sveitarstjórn hvort ástæða sé til að endurskoða aðalskipulagið að loknum sveitarstjórnarkosningum. Erindi lagt fram. Nú er aftur fundur í ráðinu eftir 3 daga og málið ekki á dagskrá og fjöldamörg erindi og verkefni sem bíða endurskoðun aðalskipulags eins og Keflavíkurborgir, tvöföldun á Reykjanesbraut, Víkingarheimar, Norður-Fitjar, Sjónarhóll, Klettatröð og Tæknivellir, Flugvellir, Stapabraut, Njarðvíkurheiði, Ásendar, Bakka og Brekkustígur, Hlíðvangur og Narfakotstún. Og því spyr ég, ætlar Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkurinn í meirihluta ekki að fara af stað með endurskoðun á aðalskipulagi Reykjanesbæ fyrir kjörtímabilið eða er verið að hugsa eitthvað ákveði hér eða stendur þetta almennt ekki til? Takk. Takk fyrir og bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason hefur óskað eftir orði, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, já, mér er ljúft og skylt að koma hér og svara þessu með aðalskipulagið. Við höfum ágætis tíma til þess að taka ákvörðun það hvort við ætlum að endurskoða aðalskipulagið sem er nú nokkuð augljóst að við munum gera. En það eru nokkur stig endurskoðun aðalskipulags, hvort það ætla að fara í heildarendurskoðun eða hvað er ákveðnu þættir og þá hvaða þættir það eru. Við þurfum að vera í samskiptum og óska eftir að senda svona greinargerð til skipulagsstofnunar með því upp að hún borgar hluta á kostnaðinum annað slíkt sko. Þannig að þetta mál er bara í undirbúningi og faglegri vinnslu þannig að þessi endurskoðun mun fara fram en við vildum bara vera búin að kortleggja það betur og útlista nánar áður en að það sé formulega ákveðið svo það sé upplýst. Takk fyrir þetta, gott að fá þetta. Heyrðu, mér langar bara að upplýsa það að ég var að fá skilaboð frá formanni skipulagsráðs og málið er á dagskrá á föstudaginn, þannig að því er komið hér á framfæri. En nú ætla ég að loka mælendaskrá hér og bera fundargerðina upp til samþykktar þeim sem geta samþykkt fundargerðina rétt upp hönd. Hún er samþykkt 11:0. Þá er komið að 4. máli, það er málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 2026 til 2030, orðið er laust. Díana, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, mig langar að koma aðeins inn á málefnasamning nýs meirihluta. Ég vil byrja á því að óska meirihlutanum velfarnaðar í þeim verkefnum sem framundan eru. Í samningnum eru góð og mikilvæg markmið. Þar er lögð áhersla á ábyrgan rekstur, uppbyggingu húsnæðis, skólamál, íþróttir, velferð og aukin lífsgæði íbúa. Þetta eru markmið sem flest ef ekki öll okkur geta tekið undir. Það sem að vakti athygli mína við lestur samningsins er að hann er að mörgu leyti fremur almennur. Það er mikið talað að efla, styrkja, bæta, auka og styðja. Það eru góð markmið en víða vantar skýrari mælikvarða og sýn á hvernig árangur verður metinn. Hvernig ætlum við að vita eftir 4 ár hvort okkur hefur tekist að bæta þjónustu, efla velferð og auka lífsgæði íbúa Reykjanesbæjar? Hvenær eigum við að sjá árangur af þeim verkefnum sem eru nefnd? Þetta eru spurningar sem ég til mikilvægt við fáum svör við á kjörtímabilinu. Í samningnum er réttulega mikil áherslu á leikskóla, grunnskóla, íþróttir, tómstundir og eldri borgara. Ég sakna þess að sjá skýrari sýn á hóp fullorðinna einstaklinga sem að glíma við geðheilsuvanda, félagslega einangrun og skerta starfsgetu. Við vitum að geðheilsa er eitt stærsta lýðheilsumál samtímans. Við vitum líka að öflug samfélagsúrræði, stuðningur og endurhæfing skila bæði auknum lífsgæðum fyrir einstaklingana sjálfa og fjárhagslegum ávinningi fyrir samfélagið til lengri tíma. Mér finnst þessi mikilvægu mál fá lítið vægi í samningnum. Ég sakna einnig í samningnum varðandi stöðu ungs fólks á aldrinum 16 til 25 ára, sérstaklega þeirra sem eru utan náms, vinnu eða virkni og eiga á hættu að detta á milli kerfa. Við þurfum að spyrja okkur hvort við höfum nægilega góða yfirsýn yfir stöðu þessa hóps. Hvar eru þjónustubilin? Hvar missa einstaklingar tengsl við skóla, atvinnulíf eða stuðningskerfi?
Og hvernig getum við unnið betur saman til að koma í veg fyrir að ungt fólk verði félagslega einangrað eða festist utan samfélagslega þátttöku? Það er mikilvægt að við horfum ekki eingöngu á þjónustu þegar að vandinn er kominn, heldur einnig á forvarnir og snemmtækan stuðning. Þar liggja oft stærstu tækifæri sveitarfélaga til að bæta lífskeiði íbúa og draga úr kostnaði til lengri tíma. Ég tel einnig mikilvægt að sveitarfélagið horfi ekki eingöngu á það þjónustu sem það veitir sjálft, heldur einnig á samstarf við félagasamtök, notendasamtök, íþróttahreyfinguna og önnur samfélagsúrræði sem gegna mikilvæg hlutverki í lífi íbúa á hverjum degi. Hlutverk okkar í Framsókn og Samfylkingu er alls ekki að standa gegn öllum hugmyndum meirihlutans. Hlutverk okkar er að fylgjast með, spyrja spurninga og stuðla að því að góð markmið og verkefni verði að raunverulegum árangri fyrir íbúa bæjarins. Það verður áhugavert að sjá hvernig þessi markmið verða útfærð á komandi mánuðum og ég mun áfram leggja áherslu á geðheilsu, velferð, forvarnir, virkni og þátttöku allra íbúa í samfélaginu. Það skiptir máli að við stöndum í íbúum og tryggjum að enginn sé skilinn eftir. Takk. Bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa góðu yfirferð og hlakka bara til samstarfsins. Ég get upplýst það að það hafa engar áhyggjur af þeim atriðum sem virðulegur bæjarfulltrúi Díana Hilmarsdóttir kom hérna inn á og lýsti, að því að forvarnir og ungt fólk og margt eru inn í öllum þessum atriðum og ég veit að við mögum eiga gott samstarf öll þessi málefni, að því þetta eru sameiginlega hagsmunir okkar og sérstaklega samstarf við þriðja aðila, íþróttahreyfinguna, frjálsfélagasamtök og allskyns tómstunda og félagasamtök sem að vinna með börnum alveg upp í Eldriborg og allt þar á milli í fjölbreyttum atriðum, að þetta er fólki sem að keyrir okkar samfélag og gerir okkar samfélag svo dýrmætt. Og það er okkur mjög mikilvægt að búa þeim góðar starfsaðstæður, bæði með aðstöðu, rekstrarsamningum og öðrum stuðningi sem við getum. Þannig ég tek bara undir þessi góðu orð Dínu hér og hlakka til samstarfsins og finnst þetta að vera fagleg og góð nálgun á málefnasamningum. Takk fyrir. Jæja, takk fyrir þetta, herra bæjarstjóri. Þá erum við komið að næsta máli sem er sumarleyfi bæjarstjórnar og áður en ég tek það fyrir þá var bæjarfulltrúi, formaður skipulagsráðs að senda mér að einhver hluta vegna hefur málið dottið út og ég fekk það einnig ábendingu frá öðrum í ráðinu, bæjarfulltrúa Jóhanni, þannig að, Róbert Jóhanni, þannig að við sjáum til hvað setur, það er einhver skýring á bakvið þetta, okkur þetta var tekið út, ég hef ekki svar við henni en fundagerðin verður þá leiðrétt með þeim fundagögnum ef að þetta mál verður tekið fyrir á föstudaginn. En þá erum við komin að sumarleyfi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir með vísan í 35. grein laga nr. 138 frá árinu 2011 og 48. greinar samþykkta stjórn Reykjanesbæjar og fundarsku bæjarstjórnar að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 17. júní til 12. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 18. ágúst 2026 í Ráðhúsi Reykjanesbæjar að Grænarsbraut 910. Áður en fundið er slitið þá vil ég þakka bæjarfulltrúum og starfsfólki fyrir gott samstarf og velunnuð störf á liðurum vetri. Þó að við séum ekki alltaf sammála leiðirnar, eigum við það sameiginlegt að vilja samfélaginu okkar vel og vinna að framgangi þess. Ég óska ykkur öllum og fjölskyldum ykkar gleðilegs sumars og vona að þið náið að njóta komandi vikna. Hlakka til áframhaldandi samstarfs í haust. Ég segi hér með 721. fundi bæjarstjórnar lokið.